okkur líka sagt að halda fast í orð Drottins. Það eina sem gildir á þessum dögum. Vegna þess að ef við höldum fast þá heldur hann líka. Þig vil ég lofa eilífð, elska þig meir og meir. Nærveru þína við ásæti þitt, kem ég og lofa þig. Þig vil ég lofa eilífð, elska þig meir og meir. Í nærveru þína við ásæti þitt, kem ég og lofa þig. Ég er búinn að finna staðinn þar sem ég tilheyri. Davíð, hann sagði þetta líka, hann kom inn í helgidóminn og hann byrjaði strax að leita að drottni. Við lesum það í Sálmi 63. Og hann elskaði það að ganga inn í forgarða drottins. Hann sagði, ég var gladur, gladdist mjög var sagt við mig, við skulum ganga í hús drottins Guðs í dag. Syngjum þetta einu sinni hérna. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong.
finna staðinn þar sem við tilheyrum, getum við gjörð svo vel. Hann talar á Drottins í dag. Já. Jesús talaði með að við ættum alltaf að hafa lifandi vatn með okkur hvar sem við færum og láta það flæða frá okkur. Kæra kveðju frá Færeyjum, við vorum þar þar síðustu helgi og þau báðu innilega heilsa Tómas og öll kirkjan þar. Við vorum á yndislegu heilagsanda móti þar með systkinum okkar. Og það hérna bréf sem við fengum frá Teen Challenge, þar sem við langar bara að lesa það. Það þakkar bréf. Við viljum færa ykkur innilega þakkir fyrir þann dýrmæta stuðning sem þið hafið veitt starfin okkar með því að standa með okkur með mánaðarlegum stuðningi, styrkja okkur fjárhagslega fyrir rúmum og öðru og ekki síst með bænum ykkar. Það mikið þakklæti í hjörtum okkar þegar við lítum tilbaka og sjáum hversu margir hafa lagt hönd á plóginn, hver gjöf, hver bæn og samhugur hefur skipt máli og hjálpað okkur að halda áfram. Framkvæmdir ganga vel, nú erum við að klára baðherbyggin niðri og fyrir þá sem ekki vita þá þetta austur í Fljótshlíð, Kirkjulækjarkoti. Þar á að setja á fót áfangaheimili fyrir konur og ég held að það verði 5 eða 6 konur sem þeir taka, 5 konur er fyrir að lágmark 5 ef ekki 7, því að það búið að setja þarna upp 7 rúm. Kannski verða 2 til að byrja með, ég veit það ekki. En takmarkið að það geti verið þarna lágmark 5 konur í einu og þær eru að fá 1 árs meðferð. Og þetta eru konur sem koma úr neyslu eða bara erfiðum kringumstæðum. Og við höfum verið að standa með þessu starfi og við erum full vonar og þakklætis fyrir allt sem framundan biðjum Guð að launa ykkur ríkulega fyrir ykkar þátt í þessu verki. Svava Björg Mörk, framkvæmdastjóri og Katrín Inga Hólmsteinsdóttir, formaður stjórnar. Og ég veit að það var vinnudagur hjá þeim í gær og Katrín var þar sennilega fram á kvöld. En ég sá, og ég veit að maður á ekki að byrja ræðun á Facebook, en ég sá á Facebook að það eru einhverjir sem ætla að standa fyrir göngu frá Hallgrímskirkju 30. nóvember á sunnudagi klukkan 2 og gangan fjallar það að við séum að minna á hina kristnu sem sæta ofsóknum. Og ég lít á það sem mjög mikilvægt að við minnum þjóðun okkar á að það kristið fólk sem sætir ofsóknum núna. Það ennþá verið að ofsækja í Sýrlandi. Við vorum að hjálpa einum trúbróður okkar að fara og vinna fyrir fjölskyldunni annar staðar vegna þess að þau þurftu að flýja heimili sitt í sveita og það ennþá verið að bara drepa og ofsækja. Og við fórum hérna við Snorri og Dísa í Dómkirkjuna á 5. og þar var verið að segja frá ofsóknum gegn kristnum í Armeníu, hvað heitir aftur hitt land? Já, en þeir koma frá, við vorum að spila fótbolta við og mér vefst alltaf tunga Azerbaijan. Þau koma þaðan, áttu þar 1700 ára sögu og voru rekin núna 120.000 manns úr landi árið 2023 og heimurinn tók bara ekkert eftir þessu, það var enginn sem tók eftir þessu. Það voru einhverju 14 eða 15 sem mótmæltu í Kaupmannahöfn, sagði hann okkur. Og þetta fólk það eru kannski 50% af þeim talið sem dvelja hjá ástvinum sínum, en hinn helmingurinn, þá 60.000 manns, hafa í engin hús að venda. Og þetta hjálparstarf sem var með þennan viðburð var að
hvetja fólk til að taka þátt í að hjálpa þessum trúsyskinum okkar. Og þannig að það alls staðar verið að þjarma að í Nígeríu, hafa verið drepnir yfir 7.000 manns á þessu ári og við getum haldið áfram Súdan, þar er hérna verið að ofsækja fólk og það svo sorglegt að sjá hvernig bara, hvað viðgengst í þessum heimi. Ég sá konu sem einhverju hermenn voru, þeir leta hana hlaupa eins og hund á eftir bílnum í bandi. Þetta svo sorglegt að sjá þetta hvað að gerast í heiminum okkar. Og ég veit að hjarta Guðs kemst við og þess vegna ætti hjarta okkar líka að komast við og við ættum að vera vakandi yfir því sem að gerast og biðja fyrir trúsyskinum okkar. Það er það sem að Jesús vill að við gerum, að við biðjum í hans stað. En í dag þá var vers sem kom upp í huga minn fyrir nokkurum vikum og það er Jesús Kristus sem var að tala og hann sagði, sá getur allt sem trúna hefur. Og ég stoppaði við þetta, sá getur allt sem trúna hefur. Og hvað eru margir hérna sem geta allt? Já, þá bara hefur engin trúna. Og þá segir þetta alveg ægilega dæmandi að segja svona. Ég sagði það ekki, Jesús sagði það. Sá getur allt sem trúna hefur. Og spurningin var Jesús Kristur lygari eða þetta svona og hvar staðsetur það okkur? Og ég var að hugleiða þetta og byrjaði sem sagt í gær. Þetta var eiginlega ræða mín sem átti að vera en svo fór ég að lesa 9. kaflan í Matteusar Guðspjalli og mér langar að lesa aðeins úr honum áður en við komum að trúnni vegna þess að þar sjáum við Jesú Krist á ferð og hvað snerist þjónusta Jesú og fekk á kirkjan að gera eitthvað annað heldur en Jesús gerði. Og ég fór að spyrja mig, á hverju engin kirkja að gera það sem Jesús gerði? Hvað var Jesús að gera? Ef við förum bara í 9. kaflan hérna í Matteusar Guðspjalli, að þá eru sögur af lækningum, að hann kemur hérna, hann fer í bát, heldur yfir 9. kafli vers 1, kom til borgar sinnar, það Kapernaum, þar færa menn honum lamamann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lamamanninn, vertu hughraustu barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og nokkrir fræðimenn sögðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar, en Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndi, þá segi ég þér, nú talar hann við lamamannin, statt upp, taka rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp, fór heim til sín, fólkið horfði á þetta, varð óttaslegið, lofaði Guð sem hafði gefið mönnum slíkt vald. Ég stoppaði hérna við þetta vers, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk. Jesús Kristur, hann að segja hér að í raun og veru hann að segja okkur að lækningin og syndafyrirgefningin eitt og hið sama. Og þegar þú tókst á móti Jesú Kristi sem þínum frelsara, þá verður kennt að segja og játa, já, Jesús Kristur drottinn í mínu lífi. Ég frelsaður, hann hefur frelsað mig. Á sama hátt ættur að segja, já, Jesús Kristur læknirinn í mínu lífi, hann hefur læknað mig, ég læknaður. Þetta það sama, Jesús sagði, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk. Og það sagt að hann bar meinvor, hann bar sjúkdóma vora. Og ég man eftir því þegar ég var út á Filippseyjum fyrir mörgum árum að þá var fyrirbana þjónusta og það kom maður fram og hann sagði ég með þyngsli fyrir brjósti. Og ég bað fyrir honum, lagði hendur yfir hann og ég sagði, líður þér betur núna, er það farið? Hann sagði, nei, það ekki farið. Og þá sagði ég við hann,
Hefurðu gefið Jesú hjartað þitt? Hefurðu tekið á móti Jesú sem frelsara þínum? Nei, sagði hann. Viltu gera það, sagði ég. Já, sagði hann, og við báðum saman frelsisbæn og þegar við erum að enda bænina, þá segir hann, heyrðu, það er farið. Þannig að þegar hann tók á móti Jesú, þá læknaðist hann. Og spurningin er fyrir okkur, af hverju erum við með sjúkdóma á meðal okkar? Jesús, hann svaraði okkur og sagði, ó þú vantrúa kynslóð. Þá segjum við, þetta er svo meiðandi, þetta er svo hart, en það var Jesús sem sagði það, og ég trúi því systkini að kirkjan þarf að rísa upp og koma inn í þjónustu Jesú Krist, vinna þau verk sem Jesús gerði. Og ég vil að við endum þess að samkomi í dag á að biðja hvert fyrir öðru, vegna þess að Guðsorð segir okkur að við eigum að biðja hvert fyrir öðru, og stundum segjum við, já, við eigum að biðja hvert fyrir öðru, hann er að gangi gegnum þetta, nei, við eigum að biðja hvert fyrir öðru til þess að við verðum heilbrigðir. Við erum ekki að biðja fyrir fólki að það deyi, við erum ekki að biðja fyrir fólki að því líði vel í sjúkdómum sínum, við biðjum fyrir fólki að það verði heilbrigt. Amen. Þetta er ekki eitthvað sem ég var að finna upp, þetta er boð Drottins í Guðs orði sem við höfum vanrækt sem kirkja Jesú Krist. Og ég trúi því, það er svo mikið af sjúkdómum í heiminum. Við fórum inn á Borgarspítala núna í vikunni og ég átti þess að heimsækja mann sem hann hafði fengið það slæmu fréttir að hann yrði sennilega lamaður þar sem eftir væri lífsins, vegna þess að þeir komu eitthvað við mænun, þeir voru að skera hann upp í annað skipti og þeir komu eitthvað við mænuna og hann var gjörsamlega, hann misti bara allt, hann sagði, ég misti bara allan þrótt og ég vissi ekki bara, það kom svo mikil örvænting yfir mig og ég vissi ekki hvað var að gerast. En, nota bene, þegar við komum til hans, þá hafði allt breyst. Það hafði einhver sem hann vissi ekki hver var, komið að fótagaflinum hans, einhver kona sagði, ég veit ekkert hver það var. Hún lagði hendur yfir fætur mínar og hún bað fyrir mér. Og hann sagði, í dag þá gat ég staðið í fæturnar. Læknarnir höfðu sagt að hann yrði sennilega lamaður. Og hann sagði, veistu það, Kitti, að Jesús, hann er hinn sami, og þetta er ekki maður sem fer reglulega í kirkju, hann á trúna. Hann er hinn sami í andanum í dag með okkur og hann var í holdinu þegar hann gekk á jörðinni. Og ég sagði, jæja vinur, veistu, þetta er það sem ég hef verið að pæla í og þetta verið svona áskorun fyrir mig og ég var að segja ykkur daginn að Jesús, hann er hinn sami í andanum meðal okkar og hann var með lærisveinunum í líkamanum. Svo kemur bara þessi maður þarna sem fer, held ég bara aldrei í kirkju, en hann sagði, ég ætla að koma og segja ykkur frá kraftaverkinu þegar ég er komin á fætur, þá ætla ég að koma í kirkjuna og segja ykkur frá því hvernig Jesús læknaði mig. Halleluja. Þannig að Guð, hann er að starfa og mér er það svo stórkostlegt að við erum búin að upplifa líka, hann sagði frá því hann Kelvin hérna daginn, hann var að tala kraftaverk, hann sagði frá nokkrum kraftaverkum sem hann hefði upplifað, hann upplifiði líka við báðum fyrir honum að hann var búin að fara í myndatöku og læknarnir fundi ekkit út úr honum, en Jesús fann út úr honum hérna á bænastund og hann læknaðist. Mér finnst það bara svo stórkostlegt að Jesús, hann er yfir læknirinn, hann er læknirinn okkar. Þannig já, það er hérna saga, ef við höldum aðeins áfram í orðinu, í þessum Mattheusar kafla, að þetta var fyrsta kraftaverki sem Jesús gerði, svo heldur hann áfram ferð sinni og við komum hérna í vers 20 að þá er hann að hérna, þá kemur kona sem hafði haft blóðlát í 12 ára að baki honum og snart fald klæða hans, hún hugsaði með sér, ef ég aðeins fæ snert klæði hans, mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér, konan varð heil frá þeirri stundu.
og í Markús þá sagt miklu betur frá þessu og ég ætla bara að vitna í það að þá sagt að það var kona sem hafði eytt aleigu sinni hjá læknum og enga bót fengið, heldur hafði henni frekar versnað. Hún var búin að eyða aleigu sinni í lækna og hafði enga bót fengið, heldur hafði henni frekar versnað. Hún kemur núna til Jesú og hún fær lækningu með einni snertingu. Og á þessari leið þá hafði komið maður í versi 18 sama kafla og þetta bara allt í einu kafla og við erum að tala hvað var Jesús að gera og af hverju erum við ekki að gera það sem Jesús að gera. Ef að Jesús var að gera þetta og hann segir í 10. kaflanum reyndar vers 1, hann kallaði til sín lærisveina sína 12, gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir getur rekið það út og lækna hvers kyns sjúkdóma og veikindi. Lærisveinar áttu að gera það sama og hann var að gera. Á kirkjan að gera það sama og hann að gera. Í frumkirkjunni, Postulasagan 5:16, þá lesum við að það kom all fjöldinn allur af fólki þar sem þeir komu saman og það læknuðust allir. Þannig að frumkirkjan var að gera nákvæmlega sama og Jesús var að gera. Og ég trúi því að það sé tími komin til að við sem kirkja förum að gjöra slíkt hið sama. Amen. Meðan hann var að segja þetta, vers 18 í 9. kafla, Matteus 9:18, kom forstöðumaður einn laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við. Kom og legg hönd þína yfir hana og þá mun hún lifna. Hvað gerir þú ef að þú búin að missa barnið þitt ef það dáið? Hringjur í 122 eða hringjur í Jesú og segir, heyrðu, barnið mitt dáið. Hvað gerum við? Sjáðu, við erum að tala trú. Og komum bara aðeins að því á eftir að við erum svo bundin að þessum heimi að við gleymum því að það til Guð. Þegar bjátar að þá gleymum því að það til Guð, við gleymum því að það til Jesús, við gleymum því að það eru til gjafir heilags anda sem eru gefnar í söfnuðin og við hringjum bara á sjúkrabíl og allt í lagi, ef þú hefur enga aðra lausn, læknarnir eru góðir, sjúkrahúsin eru fín, en við megum ekki gleyma því að hann gaf líf sitt til þess að við gætum verið heilbrigð. Hann gaf líf sitt til þess að þvo syndir okkar og af hverju viljum við ekki koma til hans sem hefur lífið? Ég vil koma til hans og þú segir, já, þetta kannski, það búið að biðja fyrir mér og þetta virkar ekki og da. Ég man eftir manni sem hét John D. Lake. Það var hringt á hann var að predika og sonur hans var með ólæknandi hitasótt og hann þurfti að taka lest eða hann fekk símskeyti og ég er búin að segja ykkur þetta ofta ára, þetta kemur vel inn núna og hérna hann fer og leggur hendur yfir drengi sinn og hann læknast samstundis. Hann hjá honum í 2 daga, fer svo aftur að predika. 3 vikum seinna aftur hringt í hann, sonurinn kom með pestina aftur og nú ástandið enn verra. Hann kemur og til hans og hann kemur inn í herbergi og hann segir, núna var ástandið þannig að andrúmsloftið var kalt og ég fann nærveru djöfulsins. Og ég sagði, djöfull, þú skalt reyna allt hvað þú getur en þú færð hann ekki. Og sagan segir, og þetta ekki saga, þetta gerðist, að hann sat þar í 5 daga og 5 nætur. Fyrst var kraftaverk en í þetta skipti að þá ætlaði djöfullin ekki að sleppa takinu. Og sjáðu til, það þetta sem við erum að berjast við, af því að gerist ekki 1, 2 og 3, þá gefumst við upp. En orðið segir í orðskviðunum, son minn, gef gaum að ræðu minni, nei, eyra þetta orðum mínum, lát þau ekki víkja frá augum þínum, því að, lát þau ekki víkja frá augum þínum. Þú getur haft þau kannski 1 dag, en hvað með daginn á eftir? Lát þau ekki víkja frá augum þínum. Við höfum vanlega meðalaglasið á sínum stað og það kemur á morgnana og kvöldin. Hvað með orð Guðs á morgnana og kvöldin og miðjan daginn? Láttu ekki víkja frá augum þínum, varfut þau innst í hjarta þínu, því að þau eru líf þeirra öðlast þau. Ekki bara líf þeirra sjá þau. Sjáðu til, þegar konan með blóðlátið þrengdi
sem sagt snerti Jesú, þá voru margir aðrir sem snertan. Og það voru margir aðrir sem snertan, en það var bara hún sem fekk lækningu. Það eru margir sem lesa orðið, og þetta sem ég er að vitni í, þeir fá ekki lækningu, af því að þeir snert ekki orðið. Sjáðu til, þú getur lesið orðið, já, ég er að lesa eitt kapli í dag og þú snertir orðið, en það snertir þig ekki. Sjáðu til, ef orðið snertir þig, þá gerist eitthvað. Orðið er Jesús. Og ef það snertir þig, hann sagði, ekki láta það víkja frá augum þínum, varveit það innst í hjarta þínu, orðin eru líf þeirra, öðlast þau, og lækning fyrir allan líkama þeirra, allan. Amen. Sama hvaða sjúkdómur. Sjáðu, við segjum alltaf að þessi sjúkdómur, hann er svo erfiður en sjáðu, Guð, hann er meiri. Og ástæðan fyrir því að við erum ekki að upplifa sem sagt, lækningar í sama mæli og þeir gerðu, er að hugur okkar, hjart okkar er á öðrum stað. Jesús sagði, sá getur allt sem trúna hefur. Og ég trúi því að Jesús hafi verið sann orður. Amen. En það var dóttir mín, hún var að skilja við og kom og legg hönd yfir hana, þetta er vers 18, þá mun hún lifna, en líðurinn hló. Nú hló fólkið. En málið er að þeir hlóu ekki lengi, vegna þess að hún lifnaði við. Og það er allt í lagi að láta hlæja að sér, vegna þess að ef við höldum Jesús, hann bakkaði ekki. Hann bara sagði út með fólkið, nú legg ég hendur yfir hana og hann reist hana upp. Og málið er að við höfum sömu köllun og sömu þjónustu. Áfram í þessum kafla, þá hittir hann 2 blindamenn, þetta er vers 27-31, og þeir biðja hann að lækna sig og hann læknar þá. Svo kemur mállaus maður, vers 32-34, og hann hafði aldrei talað, en Jesús kastar út af honum illum anda. Í dag þá segir heilbrigðiskerfið okkur að illir andar séu bara ekki til. En Jesús, á dögum Jesú voru þeir til, og ég fréttir að færa ykkur, þeir eru til enn þann dag í dag. Ég veit ekki hversu margir sáu frétt í sjónvarpinu þegar ung börn og unglingar er að skera sig, meiða sig og skaða sjálfa sig. Hvað haldið það sé? Er það heilabilun? Það held ég ekki. Ég meina heilabilun, hún getur fengið til að syngja og vera gladur, en sjáðu, illir andar, þeir stela, slátra og eyða. Þannig að illir andar eru jafn raunverulegir í dag eins og þeir voru þá. En mállausi maðurinn, þegar Jesús hafði rekið illa andan út af honum, hann fékk málið. Svo fór Jesús, og ég ætla að fara hérna í vers 35, nú fer hann borg, allar borgir, þorp, og kendi samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindi ríkið, læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Hann flutti fagnaðarerindi ríkið, sjáðu, í ríkinu er engin sjúkdómar og engin veikindi. Og ríkið mun koma. Við erum núna í þessum heimi, en Guðs ríki er samt hið innra með okkur. Og þar sem að ríkið er hið innra með okkur, þar tekur ríkið völd. Það segir, hann flutti fagnaðarerindi ríkið, læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En hann sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstum þá, því að þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Þannig að já, ég verið að pæla í öllu þessu undanfarin sennilega 2-3 ár og það er svo oft sem að við hérna kristnir við erum tilbúinir til að taka slaginn og þegar ráðist á okkar gildi og svona, en ég var að hugsa, hvað gerði Jesús? Við vitum Charlie Kirk þegar hann
var myrtur núna að kristni heimurinn, hann byrjaði ekki á hryðjuverkum, konan hans fyrirgaf og sýndi kærleika. Þegar Jóhannes skírari var hálshöggvinn, hvað gerði Jesú? Fór hann í mótmælagöngu eða? Nei, hann fór fyrst afsíðis af því að hann var hryggur, en svo byrjaði hann á að lækna fólk. Hann byrjaði á að lækna og græða. Og það okkar hlutverk að lækna og græða. Kirkjan á að vera lækninga miðstöð. Jesú Krist, lækningamiðstöð, þar sem fólk byrja nýtt líf og það byrjar á því að, hann læknar líkama okkar, hann læknar hjartasárin, en Jesús hann segir í Lúkas 18:8, mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur. Og það snerist það á hinni blaðsíðunni. Sá getur allt sem trúir. Sá getur allt sem trúir. Hvar trúin? Hvar trúin í kirkjunni í dag? Hvar okkar trú í dag? Og ég ætla bara, Jesús sagði, ó þú vantrúa kynslóð. Ég tek það til mín, elsku systkin, ég tek það til mín, ó þú vantrúa kynslóð. Ég bara þar, en ég vil ekki vera þar. Þess vegna ég að tala þessi orð, ég vil ganga út úr því og ég vil ganga, það talað skjöld trúarinnar í orðinu. Af hverju þurfum við skjöld? Jú, það til að slökkva öllin eldlegu skeyti hins vonda. Af því að þegar við byrjum að leggja hendur yfir sjúka, þá alltaf nógu sem koma og segja, já, heyrðu, það var beðið fyrir þessum, það var beðið fyrir þessum og þessum og þessum og enginn þeirra læknaðist. Já, en hvað ef að þessi læknast í dag? Skjöldu trúarinn, hann kemur upp og segir, já, mér alveg sama hvað búið, orðið enn hið sama, Jesús læknaði og ég hef sjálfur séð fólk læknast. Ég man að ég baði einu sinni fyrir konu og eiginmaðurinnar, hann var að röfla eitthvað og ég sagði, farðu bara út í skúr með við biðjum fyrir henni, verð ekki með þessa vantrú hérna. Og hann búinn að minna mig ofta á það síðan, það að Mike Kellett vinnur okkar sem var hérna daginn og ég var bara svo fullur af trú að það myndi eitthvað gerast og það gerðist eitthvað vegna þess að konan hún var með voru að falla saman í einu hryggjalíðir og hún hafði ekki tekið á móti Kristi sem frelsara sínum. Kraftur Guðs kom yfir hana, hún byrjaði öll að hristast og skjálfast og sjúkdómurinn stoppaði og hún gaf Jesú líf sitt og hún var góð þau 15 ár sem hún átti eftir ólifað. Þetta var öldruð kona. Þannig að Jesús læknar líka gamla fólkið. Þú ert ekki að, ég meina, hann yfirgefur ekki þó þú sért orðinn aldraður. Já, amen. Mig líka. Og því líka. Konan brosir til mín. Það uppörvandi. Það ekki alltaf fyrir ég að predika. Ég hlýt að vera að segja eitthvað gott núna. En það þetta með trúna. Við viljum fá trúna inn í líf okkar. En faðirinn hérna þegar Jesús þarna, það þessi saga í Markús, við skulum enda þar. Það reyndar hún sem ég ætla að byrja á. Og það sonurinn sem var hérna, allir við köllum hann ekki flogaveikan í dag, en ég held að Jesús hafi reikið út af honum illan anda. En þú mátt kalla það hvað sem þú vilt. Ég ætla bara vera með Jesú í liði hérna. Hann segir, faðirinn segir, Jesús hann að koma hérna og í versi 17. 9. kapli vers 17. Einn úr mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég fariði til þín son minn sem málleysis andi í. Hvar sem andi grípur hann, slengir hann honum flötum. Hann froðufelli, gnistir tönnum og stirðnar upp. Ég bað lærisveina þín að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Þeir gátu það ekki. Þetta Markús 9 og þetta vers 17 og 18. Jesús svaraði, ó þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá þér, hversu lengi á ég að umbera þér, færið hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jesú og leið og andinn sá hann, þar að segja Jesú, teygði hann drenginn ákaflega, hann féll til jarðar, veltist og froðufeldi. Og hvað gerum við þá? Ég man að einhver tímann gerðist þetta hérna og við hringdum á sjúkrabíl. Jesús, hann horfði ekki einu sinni á hann og var það rangt að hringja á sjúkrabíl. Nei, ef við höfum ekki þessa trú sem Jesús hafði, þá ekkert rangt við að hringja á sjúkrabíl. Sjáðu til, ég ekki að ásaka einn eða neitt, ég vil bara að við sjáum hvað Jesús var að gera og hvað hann vill að sé til staðar í kirkjunni okkar.
Jesús, hann spurði föður hans hversu lengi hefur honum liðið svo. Hann sagði frá bensku, oft hefur hann kastað honum bæði eld, vatn til að fyrirfara honum, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Sá getur allt sem trúir. Þetta Markús 9:17, Markúsar Guðspjall. Markús 9:17 og ég las þarna niður. Og þetta vers 23. Ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Og það gott að bara játa hvar við erum. Ef við ekki trúum, þá allt í lagi að segja það, ég trú ekki, hjálpaðu vantrú minni drottin. Hann var bara hreinskilinn. Og nú sér Jesús að mannfjöldin þyrpist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dumbi og daufi andi, ég býð þér að fara út af honum, kom aldrei framar í hann. Þá æpti andinn, teygði hann mjög og fór, en sveinninn varð sem nár eða sem dauður, og flestir sögðu, hann er dáinn. Hann er dáinn. Og ég get rétt ímynda mér, mér er svo gott að heimfæra þetta upp á bara okkar samkomur. Ef við værum að gera þetta, og þetta myndi gerast hjá okkur, hvernig myndum við akta ef allir kemur og segir, hann er dáinn, hvað varst að gera? Hvað varst að gera við drenginn? Þú er búin að drepa hann. Nei, Jesús var alveg sallarólegur. Hann tók í höndunum, risti hann upp, stóð og hann stóð á fætur. Og þegar Jesús var kominn inn, orðinn einn með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann, hví gátum við ekki rekið hann út? Hann mælti þetta kyn verður eigi rekið út nema með bæn. Þannig að hér sjáum við að lærisveinarnir gátu ekki, þeir eru alveg svo við, get ekki, en Jesús gat. Og það er þetta bil sem við þurfum að brúa. Jesús hann gat og Jesús vill að við getum, en þeir gátu ekki, oft getum við ekki, en við erum að upplifa samt að það er að byrja að gerast og við viljum sjá það verða gegnum brot hjá okkur að við sjáum fólk læknast á hverri einustu samkomu, ekkert endilega á samkomu líka það sem við förum. Við lögðum hendur yfir fólk hérna á spítalanum sem við hittum á ganginum. Mér finnst það bara allt í lagi, það er bara gott mál. Og hérna, af hverju gerði ég það? Jú, af því að ég fann til með þeim. Og Jesús gaf mér hendur og sagði mér að leggja þær yfir sjúka og ég bara gerði það. Og það er hans að gera restina. Þannig að við eigum bara að hlýða því sem hann segir okkur að gera. Sá getur allt sem trúir. Trúin, mér langar hérna nokkri punktar trúna, hún er fullvissa það sem menn vona. Hún er fullvissa það sem menn vona. Hún þetta er Hebreabréfið 11, hún er fullviss það sem menn vona, samfæring þá hluti sem eigir auðið að sjá, hún er sönnun, segir ein þýðing, hún er sönnun fyrir því að sem ég get ekki séð. Og sigurinn, trúin er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Trúin er sigurinn sem hefur sigrað heiminn, segir Jóhannesarbréfið. Sjáðu, ef þú átt trúna, þá ertu búin að sigra. Þá er enginn sem segir þér að þú sért sjúkur. Ef að þú segir að þú sért læknaður, þá ertu læknaður hvað sem allir aðrir segja. Ég man eftir blinda manninu sem að Branham bað fyrir og hann sagði ég er læknaður. Og hann sagði við rakaran, ég er læknaður. Það voru 4 eða 5 dagar síðan voru lagðar hendur yfir hann og hann var alveg staurblindur ennþá. Og rakarinn fór að gera grín af honum og segja, ég heyri að þú sért að segja að þú sért læknaður og samt sittur þú hérna og þú sérð ekki bara bön. Og hinn segir, fyrir hans benjar er ég læknaður. Og leið og hann segir þetta, þá fær hann sjónin og hann stekkur úr stólnum með sápuna á kjömmunum og hleypur út á götu, ég er læknaður. Sjáðu til, trúin hún er sigurinn, trúin var í hjarta hans, það var ekki búið að opinbera sig í líkama hans, en trúin var innra með honum. Og hún braust út og hún sigraði. Trúin er sigurinn, hún er fullvissa. Og sá getur allt sem trúir, það segir það sem er í Lúkas 18:27, það sem er ómögulegt fyrir mönnum, er mögulegt fyrir Guði. Trúin er, það segir
ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi ég ekki framar, heldur lifi ég lífi mínu nú frá trúnni, frá Jesú sem hið innra með mér. Þetta rétt þýðing á Galatabréfinu, að trúin kemur frá Jesú Kristi sem hið innra með mér. Þannig að trúin, hún getur allt. Jesús getur allt. Amen. Og þegar ég finn mig lítinn og veikan, ég bið svo oft Drottinn þakkaði fyrir að sáði veikleika en upprís í styrkleika. Ég ætla að leggja hendur mínar og það kemur kraftur frá þér. Amen. Takk Jesús. Og síðan það að hann sagði okkur að við ættum að tala við fjallið. Og ef fjallið sjúkdómur í þínu lífi, þá ættu að tala við það. Þú ættu að tala við það, ekki láta fjallið tala við þig. Það eru nóg margir sem láta sjúkdómana tala við sig. Við eigum að tala við sjúkdómana. Ég sagði hérna þegar ég var að byrja að læra þessa hluti að þá sagði þetta, þú ertingur í hálsi, út með þig, steyptu þér í hafið. Og ég náði alltaf góðum árangri burt með hálsbólguna. Og það byrjar alltaf einhver staðar, þú nærð árangri með eitthvað og það eykur þér trú. Við eigum að tala við fjallið, ekki fjallið við okkur. Og það saga hann Davíð, konung þegar hann var áður en hann var konungur, að þegar Ísraelsmenn sáu Golíat, eða þeir sáu fjallið, við getum heimfattað upp á það, að Golíat var risi sem enginn gat sigrað, og allir Ísraelsmenn, þetta í 1. Samúelsbók 17:11, að þeir hörfuðu. Þegar Sál og allur Ísrael heyrðu þessi orð Filistans, skeldust þeir og urðu mjög hræddir. Og það sagt að þeir þorðu ekki að gera neitt. Svo kemur Davíð inn á sviðið og hann alveg hissa. Davíð var nefnilega, hann var búinn að leggja hendur á ljón og björn, og hann sagði að Drottinn hefði verið með honum og hann hafði þessa óbyrjandi trú á Guði, og hann segir, hvaða óumskorni fílist þetta sem dirfist að segja að þessi sjúkdómur sé of mikið fyrir Guð. Ég ætla bara að orða það svona. Hvaða óumskorni fílist þetta sem segir að þessi sjúkdómur sé meiri en Guð? Við erum að tala það. Sjáðu, Davíð, hann sá bara Guð, og þegar við komum á þann stað að við sjáum bara Guð, að þá verða allir hlutir mögulegir. Við sjáum bara Guð. Augu okkar horfa bara á orðið. Við látum það ekki víkja frá augum okkar. Við gerum okkur grein fyrir því sem náttúrulegt og allt það. Ég ekki að tala að við afneita sjúkdómum eða neitt slíkt. Ég bara að segja að við þurfum að sjá að okkar Guð meiri. Hann vill ekki hafa okkur þarna, hann vill lækna okkur. Jesús eyddi 3,5 ári í að lækna sjúka. Og hann sagði lærisveinunum að fara og gjöra slíkt hið sama. Og Jakob skrifar í sínu bréfi að við eigum að biðja hver fyrir öðrum til þess að við verðum heilbrigðir. Svo segir hann, kröftug bæn réttláts manns, hún megnar mikið. Hún leysir, Amplified Biblían segir, hún leysir ótrúlegan kraft úr læðingi. Þannig að bara bænin, hún gerir alveg ótrúlega hluti. Amen. Þannig að sá getur allt sem trúir. Og við skulum taka smá stund og lofa Guð. Það söngur sem inn hjá mér, að hann læknar alla okkar sjúkdóma, og ég ætla að bjóða ykkur sem viljið fá lækningu í dag að koma hérna, og við getum beðið líka, ef einhver kemur hér fram, réttu þá hendur til hans og verðum með. Verum öll í einingu að Jesús Kristur, hann ætli að lækna í dag. Og ef það eru lagðar hendur yfir þig, ekki snúa þér við og segja, það gerðist ekkert. Þú gerði það ekki þegar þú frelsaðist. Segðu heldur, þakka þér Drottinn.
þó ég finni það ekki, þá þakka ég þér fyrir fórnardauða þinn. Þú getur sagt það í fullri trú. Ég þakka þér fyrir fórnardauða þinn. Ég þakka þér fyrir þú dóst fyrir sjúkdóma mína og ég er svo glaður að það voru lagðar hendur yfir mig í dag og ég þakka þér fyrir það að þú ert að gera undur í mínu líkama hvort sem ég finn það eða finn það ekki. Við skulum lofa hann og þakka honum fyrir það að hans orð er sannleikur. Amen. He heals all our diseases. Amen. Mér langar að segja það, ekki bara, ég var að tala svipað orð á Akureyri í sumar og svo fór ég að bænast daginn eftir og þá var það maður, hann sagði, veistu það, þegar þú varst að predika, þá læknaðist ég í bakinu. Ég kom ekkert fram og sagði ekki frá því, en hann sagði mér það þá og mér fannst það mjög gott að heyra það og ég vil segja ykkur það að af hverju er að segja þetta, bara til þess að við uppbör okkur að þegar orðið gengur út, þetta er orð Guðs, þetta er ekki mín orð. Það er alveg sama hver flytur orð Guðs. Það er orðið sem læknar. Það er orðið sem læknar og við skulum passa okkur að lítilsvirða ekki orðið. Við skulum meðtaka orðið. Og við erum vöruð við því að lítilsvirða ekki spádómsorð, heldur að halda öllu því sem gott er og taka við því sem Guð gefur okkur. Og ég segi bara, Faðir, þakka þér fyrir snertingu heilags anda á þessum sunnudagsmorgni. Þakka þér fyrir ótrúlega kraftaverk á meðal okkar. Þakka þér fyrir að þú ert hinn sami, þú ert læknirinn, þú ert Jesús, þú barst mein okkar, þú barst sjúkdóm okkar og við viljum taka stund núna og lofa þig fyrir það, Jesús. Við viljum gefa þínu nafni dýrðina, við viljum syngja lofsönginn, Drottinn, þú söngst lofsönginn, þú fórst til Olíufjallsins og við viljum líka fara til Olíufjallsins í andanum, Drottinn, inn í þína smurningu, inn í þína olíu á þessum sunnudags eftirmiddegi í Jesú heilaga blessaða góða nafni. Og bara heilbrigð í Jesú nafni, út með alla sjúkdóma, út í Jesú nafni, halleluja. Og ef þið viljið leggja hendur yfir einhvern, það þurfum ekki að vera við, biðjum hver fyrir öðrum að við verðum heilbrigðir. En ef þú vilt koma fram, komdu þá hérna fram, Snorrir hérna og við biðjum saman. He heals all